Ágætu, elskuðu vinir. Við erum á staðnum okkar þar sem að Drottinn boðaður og þekkjum orðið hvað fer fram hér og sækjum í vegna þess að við vitum að hér framboðið gott efni og við vitum líka að margir aðrir eru nú á sama bát hvað það varðar og þannig að við óttustum ekkert svo mikið það mál allavega. Kirkjurnar í þessu blessaða land okkar, þær eru nú, verð ég nú að segja, fullar af hreint frábæri predikun og kennslu, þannig að það er ekkert undan því að kvarta. Að við getum vaxið í trúnni bara eins hratt og við getum með hjálp allra þessara hjálpartækja sem eru kennslurnar, sem eru söfnuðirnir, sem eru kirkjurnar. En eins og líka við höfum oft verið að tala hér og við svo sem þurfum ekkert að rökraða neitt, að ef við erum ekkert að pæla neitt í þessu, ef við erum ekkert að velta fyrir okkur þannig séð innihaldinu, að þá voru náttúrulega vöxturinn bara í samræmi við það. En hinir, ég og þú sem að höfum velt þessum málum akkurat fyrir okkur, höfum náð vaxtarmarki, segir Drottinn. Við kannski sjáum það nú ekki sjálf alltaf, en það er líka svona hluti vandans að við erum ekki alltaf að sjá árangurinn af því sem við erum að gera. Það er nú svona stundum vandinn hjá okkur og ekki heldur erum við kannski svo mikið að velta honum fyrir okkur. En við megum alveg velta árangri í Jesú nafni fyrir okkur. Því að velta því fyrir sér eins og svo mörgu öðru sem snýr að Jesú, hvað gerir það? Það gefur mér bara styrk. Og þegar ég er að velta þessu akkurat máli fyrir mér, þá er aldrei að vita nema eitthvað detti upp, þar sem ég get bent fingri á að hér var Drottinn með mér í verki. Þannig við sjáum að það er ekkert að því að rifja upp og velta fyrir sér því sem Guð hefur gert í okkar lífi. Það er ekkert rangt við það. Það getur alveg verið partur af þessari ágætu upprifjun sem að predikun og kennsla er í raun og veru. Fyrir okkur þessar lengra gengnu menn og konur sem eru búin að lengi vera í áratugi í kirkjunni, eins og við höfum líka verið að tala hér oft, að þá erum við bara að heyra í raun og veru endurteknar predikanir, endurteknar kennslu. Og sumar kennslana koma með nýjan vinkil á kannski marg oft sagt efni og kennt sem gefur þessu kennsluefni alveg nýtt vægi fyrir okkur. Svona er Guð nú góður við okkur. Að hann gefur okkur í skömmtum og leyfir okkur að melta það í einhvern tíma, kannski langan tíma, mislangan tíma. En svo allt í einu erum við konni með nýjan vinkil á þessa sögu og hún hefur breikkað og stækkað sem þessu nemur. Ég hugsa að ég sé búinn að fá einna flesta vinklana á söguna týnda soninn. Ég veit ekki hvað ég búinn að fá mörg sjónarhorn á þeirri sögu sem allar hafa gert það að verkum að þessi saga hefur stækkað mikið, en er þetta líklega hún, þessi saga týnda soninn, líklega svo vinsalasta hjá mér sem kennsluefni. Alveg frá því að ég heyrði þessa sögu fyrst, þá svona tók hún mig svolítið og að því að ég sá hvað þetta er mikill sannleikur í þessari sögu. Hún er mann sem ég raun nefndi ekki að vera lengur hjá Guði.
Og hvað eru við í dag mörg sem nennum eiginlega ekki að vera lengur hjá Guði? Saga yngri sonarins er í raun saga allt of margra kristinna manna. Og kannski að svona orð eins og þessi stoppi einhvern að sem er á þeim skónum að ég hef komið nóg bara, ég held ég sé bara fara í eitthvað annað. Týndi sonurinn gerði það. Hann fór í eitthvað annað. Og einhverju seinna, við þekkjum þessa sögu, voru peningarnir búnir sem að fór með fúlgur fjár. Og ekki bara það, hann yrði blankur. Heldur hætti landið að geta gefið af sér þá fæðu sem hún þarf að gera til að fólkið mettist. Það kom hungursneyð í landinu. Hvað beið hans? Hvað bíður þeirra sem að þola hungursneyð? Ekkert nema dauðinn. Og þetta er hann, í þessu umhverfi er hann, að því einn daginn þá horfði hann upp í loftið og í kringu sig og sagði ég nenni bara ekkert lengur að vera hjá pappa, hjá Guði. Og hann bara gekk alla leið og gekk burtu. En það var ekki gæfuför. Og ég trúi því að það sé ekki gæfuför nokkurs manns sem ætlar sér að yfirgefa Guð, ekki heldur gæfuspor mitt. Svona erum við nú að leyfa orði Guðs að kenna okkur. Af hverju? Af því að dagarnir eru erfiðir. Stundin, andartækið er erfitt. Og við bara getum, elskuðu vinir, ekkert hortnett framhjá því að svona, nákvæmlega svona, er í stakkin búin. Þannig að við sjáum, ef við fáumst til að skoða þetta með þessum hætti, að orð Guðs, kennslan, áréttingin, undirstrikanirnar, þær bara geta skipt öllu máli fyrir okkur. Því að ef að orðið sjálft eins og hér er flutt, uppörvar þið ekki, þá segi ég það, þá er þetta handónýtt sem hér er verið að gera. Handónýtt. Því að orðið, þú sækir í orðið, ef að það gerir ekki sitt gagn sem er uppörvað einhverjum, þá er það handónýtt sem verið er að gera. Og það er líka hægt að fullyrða að uppörfuninni er áfátt á milli okkar mannanna. Það er ekki alltaf það fyrsta sem þú heyrir að við erum bræður og systra, með allir virðingu fyrir þeim, uppörfun. Stundum færðu ekkert nema leiðindi þaðan. Á það að vera þannig að sjálfsögðu á það ekki að vera þannig. Það þarf ekkert að ræða þannig. Það á ekki að vera þannig. En það er margt sem er öðruvísi en það á að vera. Og þess vegna segi ég það, ef þú færð ekki neina uppörfun út úr svona kennsluefni, þá er þetta efni handónýtt og gagnslaust. En það viljum við ekki að gerist, því við viljum eiga þennan vin í eyðimörkinni að, sem er á ástæðan fyrir, að við erum að biðja fyrir þessu efni. Höfundur er ekki aðeins sá sem biður. Það eru fleiri sem taka í þennan bænastreng. Af hverju? Að þeir vilja geta gengið að uppörvandi góðu kennsluefni sem áréttar sum, minnir það á sum og umfram allt lyftir þeim svolítið upp í hæðina. Þannig er Guðsorði ætlað að vinna. Og það er líka ætlað að vinna með þeim hætti að það taki á lífinu með þér. Og hvað er líf? Það er oft fullt af sársauka, elskaði vinur minn.
Og hvaðan kemur hann þessi sársauki? Hann kemur af öllum barningnum úr lífinu. Af hverju? Af því að dagarnir eru vondir. Þess vegna er öll þessi, er svo lítil uppörfun, oft á tíðum. Hún er náttúrulega alltaf með, en oft á tíðum er hún lítil. Af hverju? Því fólkinu líður misjafnlega vel, sjálf. Þess vegna vill Drottinn að við séum svolítið upptekin af sér, því að við eigum að vera þetta uppörfandi fólk. Ég tala nú ekki fólkið í söfnuðinu sem er í þjónustu. Þjónustu fyrir hvern? Fyrir Guð. Og allt sem Guð gerir vill snerta við fólki. Biðja fyrir fólki, lúa fólki, vera uppörfandi við fólk. Er það þannig? Það er oft þannig, já. Það verður rangt að segja að það væri ekki yfirleitt þannig. Hvað þjónana var það? En það eru fleiri en þjónar í einni kirkju. Það er alls konar fólk í kirkjunni. Þannig að þeir sem eru svona lengra gengnir þurfa oft á tíðum sjálfur að geta brynja sig gegn ýmsu og þeir hafa engin ráð til þess nema gegnum orð Guðs. Og hér skal nefndur stærsti pósturinn sem er ægilegur kærleikurinn. Ægilegur kærleikurinn, hann virkar hér og nú. Ægilegur kærleikurinn er ekki gamalt sár sem að sprettur upp og býr til vanlíða í hvort sem er mér eða þér. Heldur er ægilegur kærleikurinn bara í andartakinu. Og hann vill fá að nýtast þér og mér í þeim kringumstæðum sem þú ert akkurat núna. Burtséð frá því hvernig þér sjálfum og sjálfri líður. Og núna bendum við á okkur sjálf. Kærleikurinn er fyrir mig, hann er fyrir andartakið í mínu lífi. Kærleikurinn er ekki eitthvað gamalt sem hún tókar upp. Kærleikurinn er hér og nú. Það er svolítið merkilegt að hugsa þetta með þessum hætti. Sárin sem að við erum með í sálinni og andanum okkar koma upp og þau þurfa að fara. Og Drottinn vill lækna þessi sár. Sjálfur er langt síðan ég fór að líta á orðið meira en margt annað sem þetta smyrsli á þessi sár. Og sárið í minni veru til dæmis hafa mörg læknast og þau hafa komið upp og mér hefur lánast að gefa það Guði. En kærleikurinn tekur á andartakinu, hér og nú. Því allt mætir þér hér og nú. Og það sem mætti þér hér og nú og bjóti þessi sár gerðist á sinni tíð. Og þau umbreyttust í þessi sár sem hafa fylgt þér til dagsins í dag. Og það er partur kenslunar að láta menn vita að við þessu er lækning. Ég fór að velta þetta fyrir mér, ég er náttúrulega langt síðan ég gerði mig grein fyrir því að það veru innri sár í okkur, bæði mér og þér líka. En við höfum fundið þetta, við sem þekkjum leiðina, við lútum höfði og við biðjum og við finnum, við förum í þessa leið inn í okkur sjálfum að toga eitthvað upp sem Guð vill að við togum upp og það kemur eitthvað. Og það kemur eitthvað upp úr fortíðinni sem að Drottinn vill að þú gefir sér. Af hverju? Hann vill taka það úr sálartetrinu. Það er lækningin.
Þannig að þetta er það sem orðið hefur burði til að gera. Og þetta er það sem gerir kirkjuna að kirkju þegar hún fer að stunda þetta. Því að kirkjan er til þess að laga líf fólks. Kirkjan er ekki bara til þess að fylla hjörtuna orði Guðs. Kirkjan er svo miklu meira heldur en það. Hún er til þess að sækja þetta drasl, þessa skemmd, koma með það upp og henda hendinni. Og eftir því sem að sári minnka verða færri, þá hefur þitt líf lagast sem því nemur. Og þegar þitt líf er í lagi, og þú veist þetta jafn vel og ég, þá ertu oftar góðilmur drottins, og þá er ekki neitt svo mikið vandamál fyrir kærleikann sem ég kalla ægilega náðan, því að það er svo erfitt að tilinga sér hann, og ég tek þetta bara til mín. Það er svo erfitt að tilinga sér, en hann er alltaf bara hér og nú. Hann bara segir, þarna er tækifæri fyrir mig til að koma, nú ætla ég að vinna. Það er svona hugsanir, elskuðu vinir, sem Drottinn vill gefa mér og þér, hér og nú, sem manneskju hans, því hann vill að ég sé hjálplegur öðru fólki til þess að ná áttum. En það er þrautið þyngri, vegna þess að þú ert innan alls konar fólk, með alls konar bakgrunna, með alls konar á sér sem það vill ekki hafa og kann ekki aðra framkomu en það sýnir, kannski segjum það, og þannig bara er það. Þess átt þú og ég að geta mætt með okkar reynslu á bakinu og af göngunni sjálfur sem hefur fengið að toga margt til okkar. Og ég verð að vera alveg heiðarlegur núna. Það var í kirkjunni minni svona kennsla, ég kann vel við þessar kennslur og ég hef alltaf sagt það að orðið er til þess að taka á þessu máli. Og það var beðið það seinna allir myndi lúta höfði og við vorum að tala það að við gerum þetta og svo köllum við eitthvað upp í okkur sjálfum og við gefum það Guði. Vitið það að ég gerði þetta og ég gerði þetta í einlægni því ég þekki þessar aðferðir. Það kom ekki neitt og ég veit það, ég var bara glaður með það og ég er ekkert að djóka neitt með þetta. Það kom ekki neitt en ég var mjög ákveðin í því að láta Drottinn hafa það. Það kom ekkert og þá rifjaðist upp fyrir mér að þetta er búið að vera mín vinna í Guði alveg síðan að ég kom til hans og þetta er líklega í fyrsta skipti sem ekkert kemur upp, ég nú reyndar ekkert alltaf í þessu, það kom ekkert upp þarna og ég var bara glaður með það, en það segir ekkert það sem er að gerast í deginum. Og þá sýnda mér kærleikann, hann er bara hér og nú, hann kemur þessu ekkert við, hann bara starfar hér og nú, hann er hér og nú. Það er merkilegt. Hann vill bara vera útrétt hönd Drottins á staðnum. Og ef að þú leyfir kærleikanum að starfa í þér frá himnum, að þá ert þú þessi blessun, þessi smörning frá Guði, frá himnum, burt sér frá því hvernig þér líður sjálfum. Drottinn horfir ekkert í það, jú hann horfir auðvitað í það. Hann vill lækna þetta, það er engin spurning það. En hann er líka að nota þig sem þjón fyrir annað fólk. Þannig að kærleikurinn, ég tel að það sé mjög mikilvægt að við ekki áttum okkur á því að kærleikurinn virkar bara hér og nú í andartækjunu, í augnablikinu og sekundubrotinu. Hann er bara síkvikur og hreyfanlegur og alltaf á ferðinni. En að toga upp svona gömul megin, að þetta hjálpar okkur við það að losna við alls konar minningar sem voru vondar. Og hver er ekki til slíkar minningar? En þá uppgötaði ég það í það minnsta, að það kom ekkert. Ég var nú bara svolítið glaður með það. Og endurtek það að þetta er líklega í fyrsta skiptið sem ég fór að pæla í Drottni eins og ég geri þetta og þú líka.
að ekkert hafi gerst. En segir ekkert um vellíðan eða vanlíðan í augnablikinu, í deginum. Það er allt annað mál. Því þar er náttúrulega ertu inn í endalausu áreiti. Innan alls konar sem er bara jafnilega svona plagaði svo litið. En elskan, ægileg elskan, svo ég noti þetta orð aftur, ægileg elskan útrekur óttann, segir. Ægileg elskan, segir ég, vegna þess að þetta er svo erfitt að tilenga sér þessi atriði. En þetta er allt saman bara í hér og nú. Bara það sem þú ert, þar vill þetta starfa. Og þú ert á þínum stað sem trúi manneskja. Þannig að við höfum allt sem þarf í allt. Og Drottinn vill að við séum með honum í öllu. Spyrjum hann ráða umfram annað. Við skulum lesa núna, kannski, ég veit að við sjáum bara hvað, það er í fyrir Króningubók. Ég er svolítið heitlaður á Davíð eins og þú líklega. Það er 14. kafla og við skulum lesa frá og með, við byrjum á því að lesa 1. vers, svo hoppum við niður í 8. vers. Híram konungur í Tírus sendi menn til Davíðs með setrusvið og einnig sendi hann steinsmið og trésmið til þess að byggja hús handa honum. Þá skildi Davíð að Drottinn hafði fest hann í sessi sem konungi yfir Ísrael því að hann hafði hafið konungdóm hans til vegs vegna þjóðar sinnar Ísrael. Það kemur þarna þessi konungur í Tírus og fer að byggja hús handa Davíð sem að hans, kannski átti hann ekkert vonað því að þetta er gert. En hús handa konunginum sagði við Davíð að Drottinn væri búinn að festa hann í sessi sem konung. Svo förum við í 8. versið. 8. versið, það er einn aðeins neðar. Þegar Fílistar frétta að Davíð hefði verið smurður til konungs yfir öllum Ísrael, héldu allir Fílistar upp eftir til þess að taka Davíð til fanga. Leið og Davíð frétti þetta, fór hann á móti þeim. Filistegar voru þó komnir og höfðu dreift sér Refaímsdal. Refaím sléttu er þetta víst. Þá spurði Davíð Guð. Af hverju? Hafið þetta einni ástæðu. Hann vildi vera vissum að hann væri með sér. Og er þetta ekki svolítil svona árétting til okkar að við spyrjum Drottinn ráða? Því að við viljum að vera öruggum hann sé með okkur í þessu. Það er engin önnur ástæða heldur en þessi að Davíð leggur þessa spurningu fram fyrir hann. Af hverju? Hann vissi það að ef að hann væri ekki með sér í verkinu, væri þetta fyrirfram tapað hjá honum. Kannski rifjaðist upp fyrir hann af Sál fyrrum konungi sem hann tók við af. Þegar hann hélt í sinn síðasta slag og beið ósigur. Hann tók fram í fyrir hendurnar Guði og Guð var ekkert með honum í því. Og þetta atriði er nákvæmlega eins uppbyggt í dag og þá. Við þurfum að spyrja Guð að öllu. Og það er Drottinn, við vorum að tala hér kennslu á annað, það er Drottinn sem framber þetta allt saman. Hann vill að ég eigi gott líf í mínu skinni, í mínu veruleika og veit alla
öll meiðslin sem að ég hef orðið fyrir á minni lífsgöngu, sem ekkert meira samtaldur en þú hefur lent í, og Drottinn hefur fengið að lækna þetta. Og ég var að vitna það áðan að við vorum á stundinni síðust stund, þá vorum við sem sagt með svona kennslu, og einu stað þá vorum við beðnir að beygja höfuð sín og svona toga eitthvað upp sem að Drottinn vildi bara að menn gerðu, en hann kæmi þá með eitthvað sjálfur, að þannig það nú, og gefum honum. Og ég gerði þetta, og það kom ekki neitt, vegna þess að þetta ferli hófst fyrir líklega áratugum í mínu lífi. Það langt síðan ég vissi af þessu ferli, og ég vissi líka að það var gagnlegt ferli. Drottinn talaði þetta til mín á sínum tíma að svona skildi ég gera þetta. Og núna var að sjá að þetta væri bara þessi kista orðin tóm, en það segir ekki til það með daginn. Áritið í deginum heldur áfram sem voru líka að tala um. En þessi gömlu mein, gamli sársauki ekki lengur til staðar. Ekki að sjá. Og ég var alveg einlægur þarna á þessari stund, alveg einlægur. Því að ég eins og ég var líka að tala um á það, ég þekki þetta mjög vel. Ég þekki þessa aðferð mjög vel og hef oft farið í hana sjálfur og oft talað um hana við aðra. Og líka eins og við vorum að tala um á það, þá tel ég að þetta sé svona, já, einna helst það sem að Guðs orð að koma til að gera. Það ekki bara til þess að fylla okkur af fræðslu, svona beinni fræðslu, heldur líka til þess að lækna okkur hvað þessi sár varða. Því að Drottinn veit það, ég veit það og þú veist það líka, að þessi sár sem fá ekki að gróa verða alltaf ástæða fyrir því að okkur líður ekki vel þá og þá. En það hægt að fá lækningu við þessu og orðið læknar okkur. En við sjáum að til þess að sem meiri líkur á því að þessi lækning komi, þá þurfum við að gera eins og Davíð gerði. Hann spurði Guð, á ég að fara því hann vildi vera vissum að Guð væri með. Og þessar áréttingar allar þessa Guðs vitund gerir að verkum að ég held mér vakandi við þetta allt, til að mynda það að ég veit að ég þarf að fá lækningu við alls konar meinsemdum. Og að Guðs orð þessi lækning. En eins og með alla aðra lækningu, ef ég nota hann ekki fyrir mig, þá verður ekki svo árangur af sem ég vill að verði. Þetta eins og með bara lyfin mín. Ef ég tek ekki lyfin mín, þá eru þau ekki að virka eins og þessum lyfjum ætlað að virka. Og svo framvegis og svo framvegis. Svona getum við haldið alveg endalaust áfram með þetta efni að ég þarf að sækja í það. Ég þarf að vilja að þetta vinni í mína þágu. Og umfram allt þarf ég að trúa því að það sé eitthvað gagn af því. Og ég hef góða reynslu af þessum lækningarkrafti orðsins. Og ég hef séð bæði í sjálfu mér og mörgum öðru hvernig þessi gömlu meiðsl hafa fengið lækningu þegar menn gera þetta rétt frammi fyrir Guði. Já, það ekki flókin aðferð að lúta höfði og kafa svolítið ofan í sjálfan sig og leyfa Drottni að koma með þetta upp og svo gefum við honum þetta þaðan. Og kannski hefur þú staðið fram fyrir því eins og ég gerði og það gladdi minn og ég verð nú bara að viðurkenna það. Og það kom ekkert upp.
En breytir engu eins ég var líka að tala að það gerist allt í deginum. Það alls konar bögg í deginum. En þá þessi yndislegi kærleikur, ég vil nú ekki segja ægilegi lengur, það ekki gott á. Og kemur þessi yndislegi kærleikur og hann vill bara fara að starfa. Og ef þú leifir honum að starfa eins og hann vill, þá það líka lækning inn í andartakið þitt. Þó svo að kannski mest öll sár þannig sé gömul séu farin og gróin. Við þurfum að vita þessa þætti. Að kærleikurinn, elskan, hún virkar bara hér og nú í andartakinu, augnablikinu. Og Davíð var að kalla eftir Guði, leiðsögn hans. Og við getum líka kallað eftir þessum sama Guði og leiðsögn hans. Og hann bendir okkur á, til dæmis kærleikan, að hann til staðar bara núna. Þú notar aldrei gamlan kærleika. Þú notar bara þann kærleika því hann sveimandi allt, hann lifandi, þetta lifandi afl. Elskan, þú notar hana bara hér og nú. Þú notaðir elsku og kærleika í gær og það var frábært fyrir þig og þann sem var fyrir kærleikanum. Hann líka núna. Hann bara gengur með þér. Rétt eins og trúin gengur með þér hér og nú, þá gerir kærleikurinn það líka. Því það kærleikurinn, elskan, sem að gerir að verkum að frá þér stígur góðilmur til drottins. En þessi gömlu sár, þau hindra þetta svo oft, því að það þarf ekki nema eina litla hugsun, þá eitthvað gamalt komið upp. Og það hefur eyðilagt fyrir þér daginn, sem sagt með öðrum orðum, það hefur hindrað kærleikan í að komast að, sem bara á ferðinni, til að gera sitt. Þess vegna það svo mikilvægt að þessi gömlu sár fari. Orðið, það smýgur allt, það sker burtu. Hvað? Það sem á ekki að vera. Eitt af því sem á ekki að vera þessi gömlu meiðsl. Nú erum við að tala andleg meiðsl. Við erum ekki að tala skurfur á skinni sem við ekki verið að tala neitt það. Þetta eru andleg meiðsl sem í raun ekkert getur snert við nema orð Guðs. Sumt af því og kannski flest af því sem að þar hefur maðurinn sjálfur lokað á. En hann veit kannski af þeim, sumum, ekki öllum. Svo kemur hann í djúpri bæn frammi fyrir Guði og það fer að koma upp einhvað af þessu. Og ef þú vilt, þú ræður í sjálfur, þá getur þú gefið drottnið. Þess vegna auðvitað, þegar menn á þessum stað, þá væri það mesta ósvinna að láta ekki drottin hafa það, úr því að þetta komið fram. Þú sér kannski ekki breytingu strax. Og kannski sérðu ekki þannig séð breytingu vegna þess að þessi gömlu sár náttúrulega bara þarna. Þau liggja bara í dvala, en alltaf að koma upp. Þú kannski áttar þig á því, kannski mánuðum seinna, þetta hefur ekkert látið á sig kræla lengur. Oft lækningin þannig að þú uppgötar allt í einu að þú hefur ekki þurft að vera að glíma neitt við þetta núna langa lengi. Sem gerir að verkum að allavega þetta atriði ekki lengur að hindra það að þú sért þessi góði ilmur drottins og að kærleikurinn komist að þér. Því að þessi meiðsl, þau reisa vegg gegn þessu góða afli. Og við getum öll verið sammála það að kærleikur mjög gott afl. Og við elskum í raun kærleikan því að kærleikur gerir okkur að sönnum mönnum og konum. En ég þarf á kærleikanum að halda.
Það er ekki nóg að þú hafi kærleika, það er nóg fyrir þig í sjálfu sér og er nóg fyrir þig. En ég er ekki þú. Ég er önnur manneskja, ég er annar einstaklingur. Og ég þarf að eiga þetta til. Á ég til kærleika, auðvitað á ég til kærleika. Rétt eins og þú. Auðvitað hef ég oft sýnt af mig kærleika, rétt eins og þú. En kannski mætti ég sýna hann ofta, rétt eins og þú. Auðvitað mætti ég elska meira, rétt eins og þú. Ég er ekkert öðruvísi neitt heldur en þú. Þannig að við erum báðir og bæði á sama bát hvað þessi atriði öll varðar. Og þess vegna er kennslan, hún er alltaf gagnleg, því hún er að undirstrika alls konar svona hluti. Við lásum áðan Davíð sem kallaði til Guðs og spurði hann. Og hann sagði honum að halda áfram í þessa herferð. Og hann gaf honum fullan sigur, auðvitað. Þegar Guð er með, að hver er þá á móti? Og hver getur hindrað ráðsáleitun drottins? Það er ekki vinnandi vegur. Þannig að við erum í góðum höndum, það vantar ekkert á það. En við sjáum oft svo skammt, vegna þess að það er alltaf eitthvað bögg í gangi í kringum okkur. Og við gleymum svo oft orði Guðs sem tekur á þessu böggi og er náttúrulega með aflið sem er aflið sterkast, sem er kærleikurinn. Og hann er bara eins og við vorum að tala um á það, hann er bara núna. Hann er ekkert eitthvað gamalt dæmi sem við vorum svo upptekið við fyrir einhverju síðan, hann er bara núna. En þetta gamla dæmi sem við vorum upptekin af einhver tíman getur samt verið hjálpleg að þá munum við þetta að þarna var maður svona kærleiksrík og elskurík manneskja. Og það getur alveg verið svona upphafið að því að við viljum fara að sækja þetta aftur. Samt er það þannig að kærleikurinn bara er núna. Og þetta er hjálplegt að gera eins og Davíð sem spurði drottinn, á ég að fara? Af hverju? Að við viljum fá sigurinn. Við viljum að það sé gagn af því sem við erum að gera. Og það er gagn af öllu sem við gerum þegar við náum því marki að leyfa Guði að vera Guð og okkur svo eru við bara þetta fólk sem erum þjónar hans og vinir. Við erum vinir drottins. Þannig að það er alltaf heilmikill vinningur í því að vera drottins megin í lífinu. Og þess vegna líka erum við með þessa kennslu að því við viljum vera drottins megin í lífinu og ekki öðru sinni. Og við höfum öll tæki til þess að vera drottins megin. Það er að segja, ef við erum ástundunarsöm við það sem snýr að drottni. Og svona kennsla, uppbyggileg kennsla, er alveg hiklaust aflið sem heldur okkur við þennan steðja og við þennan bás og á þessum stað sem heitir kennsla og heitir Guðs orð. Og þá eru okkur vegirnir færir og við erum áfram fólkið sem lætur gott af sér leiða og sumir meira að segja njóta vinsælda þó það sé aukaatriði með allt það, er ég ekkert upptekinn neitt af því, mér er alveg saman það. En ég vil láta gott af mér leiða og ég vil vera manneskja sem drottinn alltaf mælir með. Mælir hann með mér? Já, hann gerir það. Ég veit það, hann gerir það. Ég er búinn að þjóna hann lengi og okkar samband er bara hreint ágætt. Og það er líka ágætt hjá þér á milli þín og Guðs. En þú þarft eins og ég að rækta það áfram. Það er nú bara lykillinn að því öllu saman. En Konráð Rúnar Friðfinnsson segir þetta gott í dag og veit að þú fengið eitthvað til að hugsa og móður og velta fyrir þér og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki drottins áfram að því þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið.